Velkomin í Rank Up þáttinn. Margir menn upplifa þessu útundan, gagnvart stelpum og strákum og vinum og kunningum og svoleiðis. Það svona barnaleg hegðun. Og við ætlum að rank up. Við ætlum að finna út hvernig við getum skiptið út. Þetta sem ég að fara að tala núna finnst mér mjög áhugavert og þetta ekki rosalega mikið fyrir okkur. Rosalega mikið. Þetta rosalega einfalt, en þetta virðist ekki hafa neina meiningu eða þýðingu eða tilgang. Þetta bara hana. Þetta gerist bara, að því bara. Ég ætla að tala um þessu tilfinningu þegar okkur líður eins og við séum ekki nauðsynlegir. Og þetta svona alvöru dæmi, the boy must die. Sem sagt, margir menn upplifa sig sem útundan eða ekki nauðsynlegir og svona vond tilfinning þegar þú ert að deyta einhver konu eða átti einhver vini sem að fara að gera eitthvað, að fólk vil gera eitthvað án þín, hafa gaman og njóta þess án þín og kemur þessu tilfinningu upp. Og þetta alveg, þetta drepur allt attraction. Þegar þú einhvern vera kannski að deyta einhverja konu og það var rosa gaman. Það gengur vel, þið búin að fara eitt date, eitthvað aðeins byrja að hittast, þess vegna komin aðeins lengra og svo ertu eitthvað að tala á hennar og hún segir að fara að gera eitthvað skemmtilegt. Hún að fara á eitthvað tónleika með vini sínum, hún að fara til erlendis eða hún að fara að hafa rosa gaman út að borða, útilegu, bara hún að fara að hafa eitthvað geðveikt gaman og hún ættir að njóta sín svo gaman og þetta verður svo geggjað og svo frábært. Þú upplifir þessa tilfinningu að þú ert ekki nauðsynlegur og hún segir við hún að fara að skemmta sig rosalega vel og þú bara, já, ok, hafðu gaman, án mín, já, þannig að kannastu eitthvað við þessa tilfinningu og jafnvel, að vinirnir að fara að gera eitthvað að þér ekki boðið og þú bara, já, ok. Og þetta auto-response og þetta tilfinninga á svona að missa af einhverju eða líða eins og þú sért ekki nauðsynlegur eða líða eins og þú fær ekki að vera partur af einhverju. Ég held að flesti líða svona þangað til að byrja að vera meðvitaður um þetta og vinna úr þessu. Þetta á við öll svona dæmi í kringu því og þá meina að þetta kemur allstaðar að fjölskylda, vinir, vinna, skiptir ekki máli að líða eins og sért ekki nauðsynlegur. Þannig að þessi upplifun og þessi tilfinningu þegar fólk vil hafa gaman án þín, þetta snýst ekki um þig. Þetta hefur ekkert með þig að gera, þannig að ég segi hættu að láta þetta snúast um þig. Þegar einhver annar vil hafa gaman að njóta þess án þín, að líða eins og sért ekki nauðsynlegur og fari í hennar. Við sem menn þurfum að rækta þetta úr okkur, þessa tilfinningu, og þroskast úr henni. Ég sagði, þetta hefur ekkert með þig að gera. Þegar einhver annar vil hafa gaman að njóta þess. Þú er líka að njóta þess að gera hluti án þess að vera með til dæmis henni. Að geta gert og njóta þess og hafa gaman án þess að hafa annað fólk í kringu því. Fá þetta svona innra með þér. Þetta með þess að það algengt að þetta kemur upp hjá stráku sem eru kannski eitthvað stelpa sem veit ekkert hverjir eru en þeir eru eitthvað búin að, hvort hún sé að vinna í afgreiðslunni einhver staðar eða vinnufélagi eða, hún ekki svona á radarunum hjá þér og hún bara, þetta bara stelpa í lífinu sem ég umgengst, hvort hún er að vinna á veitingahúsi eða eitthvað svoleiðis, skiptir ekki máli. Þeir eru að örlítið hrifin að henni og svo fara að heyra kannski að fara að gera eitthvað skemmtilegt og þá oft líður strákum bara, ég er ekki nauðsynlegur. Þetta rosa skrítið. Þetta klikkað að finna þessa tilfinningu og fá þessa tilfinningu. Sérstaklega að þú færð hana gátt einhver manneskju sem þú þekkir ekkert og veist ekkert eða veit ekki eins og hver þú ert. Þú kannski þekkir manneskjuna ekkert það mikið, samt fá þessa tilfinningu. Hvernig hættu við að fá þessa tilfinningu svo við séum ekki nauðsynlegir? Ég ætla líka að útskýra eitt að segja eitt sem ég vilja ekki nota sem manipulation. Ég mun ekki að setja það með þessa TikTok því ég vil ekki að fólk fara að nota þetta vitlausu menninir. En fyrst að skilja hvernig alvöru menn eða þroskaða leiðin að gera þetta. Barnalega hegðunin að fara, skilur, hafðu gaman á mín, eða vera með eitthvað svona attitude. Stelpan finnur fyrir því, eða fólk finnur fyrir því, þá er miklu ólíklegra til þess að hringja eða að fá þig til þess að koma með. Þroskaða leiðin, eða svona eins og alvöru maður, að samgleðast og að ýta öðrum í það að hafa gaman án okkar. Þannig að vinur mínu vilja hafa eitthvað gaman, þá fyrir eitthvað ídíðum að hafa gaman án mín og svona samgleðast og geta að vera ánægð fyrir þeirra hönd að líða vel að þeir hafa gaman. Að sjá þau eða þá eða fólkið njóta þess að hafa gaman, þá að láta okkur líða vel og tökum þess að tilfinningu burti að líða eins og sé ekki nauðsynlegur. Þetta hefur ekkert með okkur að gera. Við erum bara oft ekki nauðsynlegir og við erum bara að hætta með þessa tilfinningu. Og við þurfum líka að læra að geta njótið þess án þess að þurfa að fá viðurkenningu frá öðrum. Við þurfum líka að geta, ég ætla að fara og njóta þess og hafa gaman
án þess að ég þarf að fá samþykki eða segja öðrum og njóta þess. Svo líka annað engól að þessu sem svona minnka virðinguna þeina. Það þegar menn sem sagt að fara að gera eitthvað skemmtilegt og njóta þess, fara á tónleika eða eitthvað svoleiðis og þeir þeir hafa þörfina til að segja fólki til þess að vera cool. Þú veist að ég að fara á tónleika VIP og fara að hitta söngarann, það verður að geða gaman og þeir að segja þetta því þeir að fá þetta samþykki og þetta validation frá öðrum að þeir séu ekki að cool að fá þennan hlut. Það rosalega svona barnaleg hegðun að þurfa að fá þetta validation. Þannig að við sleppa því líka. Frekar bara að segja ég að fara á tónleika. Það svona akkurat öfugt við þetta. Og getur líka að byrja að nota þetta sem að þú ert að byrja að deyta eitthvað stelpu, svona nýbyrja að deyta hana og eitthvað svoleiðis. Og þá segir þú hvað þú ert að fara að gera og hafa rosalega gaman og henni ekki boðið. Það byrja til svona smá attraction. Og hlustuðu núna, að vera með þetta mindset, þetta bara mindset, að vera með þetta mindset að geta ekki samgleðast öðrum og liði vel ef annar hafa gaman án þín, þetta scarcity mindset og þetta drepur attraction þegar kemur að dating. Það bara drepur það. Og líka gátt vininum að vináttan, þetta drepur allt. Þetta það sterkt. Og hvað lærðu þú út frá þess að þetta? Að ef fólk að fara að njóta þess og hafa gaman án þín að samgleðast þeim. Og vera að líða vel yfir því að þau að fara að skemmta sér. Númer 2, og svo getur líka nota þetta til þess að búa til svona attraction, til smá manipulation. Þannig að ég vil helst ekki vera deilusu að ég vil ekki menn nota þetta til þess að vera vondir eða leiðilegir eða svona á slæman hátt. En ef þú ert að byrja að deyta stelpu þá getur þú verið að segja henni frá að þú ert að fara að gera frábær og skemmtilega hluti, henni ekki boðið, hún ekki partur að því og þá fær hún þessa tilfinningu. Svo hitt engól að þessu, svona öfugt, þegar menn gerir þetta út frá svona barnalega hegðun, þá að segja þeir að fara á tónleika og fá kannski VIP og fara að hitta söngarann og þeir að gera þetta til að fá þetta validation frá öðrum. Þeir geta ekki líðið cool eða flottir nema að segja einhver öðrum frá hversu frábærlega hluti þeir að fara að gera. Þannig að segja þetta validation og það rosalega barnaleg hegðun. Ég vona ég ná að útskýra það nógu vel og þetta make a sense and the boy must die svo maðurinn getur vaxið. Takk fyrir.